Við skulum fyrst heyra í Stefáni Arnórssyni jarðfræðingi sem heldur því fram að verið sé að villa fyrir fólki og telur að við séum að ganga of hratt á orkuauðlindir okkar. Við byrjum á að heyra skilgreiningans á því hins vegar hvað endurnýjanleg orka er. Endurnýjanleg auðlind sú auðlind sem endurnýja sig jafnhratt eða hraðar heldur hún nýtt, eins og til dæmis vindorkan, sjávarföllin, eða bein sólarorka. Það kannski með beina sólarorku að þegar nótt þá ekki neitt, en við vitum það að hún endurnýja sig daglega. Ef við förum þá í pínlítið lengra, við getum líka kalla við endurnýjanlega auðlind, því að það kannski frá 20 upp í 100 ár sem að tré að vaxa og við getum að rækta skóga, og þannig þetta svona okkar tímaskala endurnýjanleg auðlind. En sú auðlind sem að nálgast að algjörlega að vera endanleg eða óendurnýjanleg, það sú orkulind sem að eyðist eftir því sem af henni tekið, og raunar gildir þetta allar auðlindir jarðar, það sama. En jarðhitinn, það má alveg segja sem svo að hann sé endurnýjanleg auðlind ef menn nýta sjálfreynslu úr hver. Þá endurnýja það sig sjálft aftur, en leið og maður fer í umtalsverða vinnslu, og það það sem flestir að tala þá endurnýjun nánast engin miðað við það sem að af tekið. 1985 kom skýrsla út eftir Orkustofnun sem sagði að við getum virkjað 3500 megawatt, það var ágiskunin, og þá endist auðlindin í 50 ár. Svo kom út skýrsla frá henni nýju Orkustofnun 2009, og þá komum við nýtt mat, rúmlega 4200 megawatt ágiskuð stærð auðlindarinnar ef án á endast í 50 ár, en ef þið viljið hún endist í 100 ár, já þá bara deilið þessa tölu með 2, og ef þið viljið hún endist í 300 ár, þá deilið þið bara í það með 6. Ef við ætlum að láta háhitann samkvæmt þessari ágiskunarstærð endast í 300 ár fyrir raforkuframleiðslu, þá getum við virkjað upp á 700 megawatt, og þá erum við að gera það á mjög mörgum svæðum, öllum svæðunum. Það það sem við erum að tala um. Það jarðhitaiðnaðurinn sem að fá þetta viðurkennt sem endurnýjanlega auðlind. Ég get ekki betur síðan að sé þannig, og af hverju það svo miklu peningar. Það verið að skruma og plata fólk. Þetta í mínum augum kannski eðli viðskipta, þau eru ekki eins og það eiga að vera, en þetta aldrei eðli raunvísindanna. Hjá þeim eins og Haraldur Sigurðsson sagði daginn í útvarpinu, ef ég man rétt, þá í þeirra augum til bara einn sannleikur og menn alltaf að reyna að leita á hann. Við eigum ekki að virkja jarðhitann stórt. Við eigum ekki að virkja hann fyrir stóriðju. Við eigum að virkja háhitann til fjölnotkunar. Eins og til dæmis gert í Svartsengi. Þar raforkuframleiðsla til þess að nýta hreyfiorkuna í gufunni. Þar hitað upp ferskvatn fyrir húshitun, og svo það Bláa lónið. Og Bláa lónið skaffa langflest störf. Þegar að menn eru að nýta afgangsheitt vatn, mér sagt að sé 200 yfir 200 störf, sem að flestir henda. Þetta áherslan sem að við að hafa alveg hiklaust. Núverandi ríkisstjórn veit ég, það stendur einhvers staðar í þeirra sáttmála, þeir leggja áherslu á sjálfbærni, og ég veit að erindisbréfi til verkefnisstjórnar rammaáætlun, þá áttum við að leggja áherslu á sjálfbærni. Og ég ætla að vona það að það veri gert. Mitt viðhorf þetta að við þurfum að ná sátt eða ná samstöðu hvað við viljum gera, og það felur ekki í sér að leiða saman hagsmunaaðila. Það felur í sér að nota þekkingu.